Blessaður fólkið og velkomin með mér í Glettur. Nú að þessu sinni ég staddur á Fáskrúðsfirði og það stór hátíð hérna í dag. Það náttúrulega sunnudagur en þetta miklu meiri hátíðisdagur en það. Það nefnilega að koma nýtt skip til staðarins og þegar nýtt skip kemur á stað eins og Fáskrúðsfjörð þar sem eiginlega allt byggist á sjávarútvegi þá stór hátíð. Þetta nú einu sinni það sem að dregur björg í bú og allt atvinnulíf staðarins byggist á. Já, þetta bara eins og maður sé að fá eitt af börnunum í heiminn og mjög stór stund og þetta verður gríðarleg framþróun í atvinnusögu þorpsins og mikil tilhlökkun að fá þetta skip til starfa. Nú fjallið sem við sjáum hérna fyrir aftan mig, það staðarfjall Fáskrúðsfjarðar, Hoffell og sjálfsögðu heitir skipið eftir Hoffelli, Hoffell SU-80. En eins og ég sagði, þetta stór hátíð á Fáskrúðsfirði í dag þegar nýtt skip að koma til hafnar í fyrsta sinn. Stórt siglir fleyið mitt, stór sjónum á, sterklegur skrokkurinn vaggar til og frá, líf okkar allra og limið það ber, langt út á sjó, hvert sem það fer. Stórt siglir fleyið mitt, stór sjónum á, stormar á sjó því grandar ekki fá, við allir þér unnum þú ást okkar á, Ísland við nálgumst nú brá. Ísland, gamla Ísland, ástkær fósturjörð, við eflum þinn hag hvern einasta dag, í stormi og hríð, hvert ár alla tíð. Stórt siglir fleyið mitt, stór sjónum á, sterklegur skrokkurinn vaggar til og frá, Íslandi stoltur úr öldunum rís, eyjan sem kennd við ís. Stórt siglir fleyið mitt, stór sjónum á, sterklegur skrokkurinn vaggar til og frá, líf okkar allra og limið það ber, langt út á sjó, hvert sem það fer. Stórt siglir fleyið mitt, stór sjónum á, stormar á sjóinn því grandar ekki fá, við allir þér unnum þú ást okkar á, Ísland við nálgumst nú brá. Ísland, gamla Ísland, ástkær fósturjörð, við eflum þinn hag hvern einasta dag, í stormi og hríð, hvert ár alla tíð. Stórt siglir fleyið mitt, stór sjónum á, sterklegur skrokkurinn vaggar til og frá, Íslandi stoltur úr öldunum rís, eyjan sem kennd við ís. Velkomin til þessa móttöku athafnar og til hamingju með daginn. Athöfnin hefst á því að amma skipstjórans, Sigurbjörg Bergvinsdóttir, gefur skipinu nafn. Gef ég skipinu nafnið Hoffell SU-80. Megi gæfa og farsæld fylgja skipi og áhöfn. Það eru vissulega þáttaskil á Fáskrúðsfirði í dag og þau snerta okkur öll á einn eða annan hátt. Ég fel Guði þetta fallega skip loðnuvinnslunnar sem gefið hefur verið nafnið Hoffell SU-80 og ég bið Guð að blessa allt starf sem því viðkemur til sjós og lands. Í einum sálmanna sem kenndur við Davíð segir: Þeir sem fóru hafið á skipum, þeir hafa séð dásemdir drottins á djúpinu. Og hann lét sjómennina komast í þá höfn þeir þráðu.
Það mikill hátíðisdagur hér á Fáskrúðsfirði þegar við tökum á móti 9 fullkomnu skipi til veiða á uppsjávarfiski. Skipið smíðað 1999 í Noregi og lestar 1650 tonn af fiski. Kæling 60% stærri en í eldra skipi. Það skiptir verulega máli þegar við erum að vinna síld til manneldis og Breiðafirðinum og loðnu til hrognatöku af sama svæði. Einnig öflug kæling mikilvæg fyrir makrílvinnslu. Það var árið 1954 sem fyrsti bátur Kaupfélags Fáskrúðsfirðinga, Ingjaldur SU-80, kom til Fáskrúðsfjarðar. Ingjaldur var 50 tonna ykrarbátur sem keyptur var frá Danmörku. Í ár eru því liðin 60 ár frá því að samvinnumenn á Fáskrúðsfirði hófu útgerð og ánægjulegt að hið nýja Hoffell beri sömu einkennistafi og fyrsti bátur félagsins. Hoffell 4. skipið sem ber þetta nafn og númer á Fáskrúðsfirði, nefnt eftir staðarbríðinni í Hoffelli sem gnæfir tignarlegt yfir innan við kauptúnið. Það er margt að gerast hér í þessu samfélagi á Fáskrúðsfirði bara í þessu mánuði. Þann 27. verður vígð hér eins og þið kannski vígdið franska þyrpingin endurbyggð og í dag erum við að taka á móti þessu glæsilega skipi. Það er oft þannig að umræðan sjávarútvegar eins og þið vitið oft á tíðum ekki jákvæð, stundum neikvæð, en þegar við erum að segja frá þessu fyrirtæki hér á Fáskrúðsfirði loðnuvinnslunni þá gerum við það með miklu stolti. Því það er dæmi velrekið fyrirtæki byggð á traustum grunni og rekið af heimamönnum og í eigu heimamanna. Já, það var sannarlega ástæða til þess að fagna á Fáskrúðsfirði þegar nýja Hoffellið kom í fyrsta sinn til heimahafnar. Nú skipið reyndar 15 ára gamalt en það nánast eins og nýtt því Norðmenn hafa greinilega viðhaldið skipinu af mikilli natni. Það áætlað að það bil 700 manns hafi komið til að fagna skipinu og skoða það, en það jafngildir því að nánast allir íbúar Fáskrúðsfjarðar hafi mætt til hátíðarinnar, en auk þeirra komu gestir margir hverjir langt að. Nú veitingar voru heldur ekki skornar við nögl, þannig að stemningin var eins og á þjóðhátíð. Þá ég komin hérna upp í brú á nýja skipinu. Þetta vegleg salakynni, það verður þess vegna þetta slá upp ballið hérna. Og hérna ég búinn að finna skipstjórann, sjálfan. Ég segi nú bara til hamingju með daginn. Takk fyrir það. Og það Bergur Einarsson skipstjóri sem búinn að króa af hérna í brúnni. Og þetta ekki bara stór dagur fyrir hann í þeirri merkingu að sigla heim nýju skipi. Hann á líka afmæli í dag. Hversu gamall strákurinn? Það 44. Þannig að þetta stór dagur. Stór dagur. Stór og mikil dagur. Og stór afmælisgjöf. Já, hún verður ekki öllu stærri. Hver svona megin munurinn fyrir sjómanninn á þessum tveimur skipum svona þannig að landkrabbinn skilji? Já, það náttúrulega bara öll vinnuaðstaða. Bæði skipið stærra, breiðara, fer betur með sig í sjó og það náttúrulega miklu meira, stendur miklu meira upp úr. Burða að geta miklu meiri. Það í rauninni bara allt. Það íbúðir og allt. Það bara, þetta verður bara stórt skref. Góðan daginn. Ert þú skipstjórinn hérna um borð? Já, næstu. Hvað meinarðu næstu því? Pabbi minn skipstjórinn. Ert þú kannski að hugsa að fara í sama starfið og læra til skipstjóra? Nei, bróðir minn sé bara það. En hefur farið með pabba á sjó? Já, einu sinni. En hvernig líst þið nú á nýja skipið? Mjög vel, mjög flott. Pabbi minn kokkur. Pabbið þinn kokkur? Hvernig heldur þú að sé vera kokkur borð í svona stóru skipi? Mjög gaman örugglega. Getur þú hugsað þér að feta í fótspor pabba þins og verða kokkur borð í fiskveiðiskipi? Örugglega, systir mín kokkur líka. Eru svona matargen í ættinni? Já. Getur þú hugsað þér að verða sjómaður? Hefur farið á sjó? Ég hef ekki farið á sjó en ég mun einhvern tíma fara með pabba út á sjó. Góðan daginn og velkomin heim. Já, þakka þér fyrir. Þú varst einn af þeim sem sigldir skipinu heim? Jú, ég var fenginn til að sigla því heim. En verður sennilega ekki hérna borð nema kannski eitthvað í aflýsingum.
Og varst í vélinni? Já, vélinni. Og hvernig lét vélinn? Þetta gekk rosalega vel og þetta er eitt skemmtilegasta vélunum sem ég bara starfaði í, sko. Jæja, þá eru komin inn í eldhúsið og hér eru aldeilis tólin og tækin til að elda fyrir fjölda manns. Stór og mikil panna hér til dæmis. Reyndar er ekki sunnudagssteikin á henni í dag, hún kemur seinna. Og þetta er búin að finna kokkinn. Hvernig er aðstæðan til að elda fyrir mannskapinn? Hún er ágætt. Hún er samt afturför fyrir mig frá fyrra skipi. Annars lítur skipið mjög vel út á öllu leyti. Hvernig er að vera kokkur á svona skipum? Bara eins og hver hann vinna, bara þægilegt, ekkert vandamál. Man heyrir stundum sögur af því að þetta sé eitt vanþakkláttasta starfið borð. Já, maður fyrir ekki segja það. Það hafi gengið allavega ljómandi vel hjá mér og ef kokkurinn stendur sig vel þá er það ekkert rosalega vanþakklátt. Það má kannski þá segja að þetta starf geti verið bara það þakkláttasta þegar uppi staði? Já, ef að menn standa sig vel þá fáum við það tilbaka. Það er bara svoleiðis. Hvernig byggirðu matseðilinn upp? Er þetta svona meira heimilismatur eða er þetta stöðug veisla? Nei, bara svona heimilismatur. Svona veislur inn á milli. Þá erum við komin hérna inn í líkamsræktaraðstöðuna. Þetta er að vísu ekki stór salur en hérna eru hjól og ýmis tæki til þess að svona taka úr sér mestaðarhollinn. Er þetta ekki nauðsynlegt fyrir sjómennina? Jú, þetta er alveg nauðsynlegt. Það er þeirra helstu höfuðverkur, það er hreyfingarleysið. Þannig að þeir eru örugglega að svitna hér. Hvernig líst þér sjálfum á skipið? Þetta er meiri háttar skip. Þetta er ekki hægt að hafa það betra, held ég. Nú, þetta er svolítið önnur aðstæða hér borð fyrir alla áhöfnun, ekki bara líkamsræktarstöðin, klefarnir, seturstöðvar og svo framvegis. Þetta er líkt og á hótelum, svolítið annað heldur en var hér í eina tíð. Já, þetta er mikill munur. Þetta er bara meiri háttar, sko. Það er ekkert hægt að lýsa þessu hvernig þetta er, sko, eins og þið sjáið, sko, einsmanns klefar. Þegar ég byrjaði á sjó, þá vorum við 4 í klefa og reyktum þar í rólegheitum, en nú erum við allir með sér klósett og fínt. Og reyklaust skip? Reyklaust skip, vonandi. Það er svo sem ekki alveg ákveðið, en vonandi. Jæja, þá erum við komin niður í vélarrúmið. Hún er að finna hérna vélstjóran og þetta er aðalrokkurinn hérna aftan við okkur. Hvað eru mörg hross í þessu rokki? Það eru einhvers staðar 5.900 hestöfl. Það er ekkert annað? Nei, það er ekkert annað, sko. Og svona hrossastóð hlýtur að þurfa dálítið að fóðri þá? Já, það þarf svolítið. Það veist. Það fer mikið eins og á hengjastlunni. Hvað fóru margir lítrar þar á klukktíman? Við vorum að keyra svona á 380, 450 og svona, cirka. Og hvað fengust margar mílur út á því? Við vorum að ganga svona 13 mílur á því. Hvað finnst þér sjálfum? Ertu sáttur við skipið? Mjög sáttur. Þetta lítur stórvel út og það er gaman að takast á við þetta. Nú maður kannski á því að venjast allavega frá fyrri tíð þegar maður kom í vélarrúm á skipum að það voru kannski ekki alltaf sérlega vistlegt. Hérna, þetta er bara eins og veistluður salur. Já, það er rosalega flott og vel gengið á Norðmönnum. Það er mikið hrossskil. Fórstu ungur á sjóinn? Já, ég byrjaði 19 ára, eitthvað svoleiðis. Kláraði vélskólann 23 ára og beint á sjó eftir það bara. Er sjómennskan alltaf jafn heillandi eins og segir í mörgum sjómannalögunum? Já, það er eitthvað við þetta. Þetta er erfitt að slíta sig frá þessu og hugum að sér alltaf þarna, alveg sama hvað það er. Pabbi er skipstjóri þannig að þetta hefur alltaf legið svona, kannski næst mér að fara á sjóinn. Alltaf í huganum, skildu þeir vera að fiska þarna eða á heimstæðum? Já, mann byrjar á morgnana að kíkja á í tölvunni og hvar þeir eru og svo leiðis, sko. Það er eitthvað ósjálfrátt bara. Á sjó. Á sjó, þeir sóttu fyrr og sigðu hafinn blá. Þeir eru hræknir fiskimenn og fást við úfinn sjá. Milli hafnum heiminn þeir halda sína leið. Á sjó, þeir sækja á siglum hafinn breið.
Þetta er svona líkara nýju skipi heldur en að skipið sé byggt 1999 sko. Þetta er alltaf stór stund þegar nýtt skip kemur í byggðana sem nánast byggir allt sitt á sjávarútvegi. Já, þetta er mjög stór stund og þetta virkar inn á alla í svona byggðarlögum. Og þannig að það taka allir þátt í þessu og það eiga allir sem þátt í þessu sem að starfa hjá fyrirtækinu að við séum að taka á móti nýju skip í dag. Þetta er mjög stór dagur og búið að vera mjög margt fólk hérna borð í skipinu og það er okkar upplifun. Þetta er í svona minni sjávarplássum. Þetta er óskaplega stór stund. Það hefur ekki gerst hér í 16 ára. Það hefur komið nýtt skip. Já, þetta er mikill hátíðisdagur bara fyrir fyrirtækið og samfélagi hér en rauninni fyrir Fjarðabyggð alla og rauninni íslensku þjóðina þegar ný skip koma til lands. Það sýnir bara framfarir og einbeittan hug stjórnenda hér og annar staðar að sækja fram og gera enn betur. Hefur það ekki verið í að lánssemi Fjarðabyggðar að eiga tiltölulega sterk sjávarútvegsfyrirtæki í minnst 3 byggðarlögum? Jú, við erum alveg einstaklega lánsamt samfélag hér í Fjarðabyggð að eiga þessi 3 sterku fyrirtæki, loðnuvinnsluna, eskju og síldavinnsluna, sem eru burðarásar hér í atvinnulífinu og fyrirtæki sem að stefna áfram og að stækka og byggja sig upp og standa vörð sín samfélög eins og hér á Fáskrúðsfirði. Loðnuvinnslan hefur alveg unnið einstakt starf í það að byggja bara upp samfélagi hérna, uppgerð á gömlum húsum og annað sem fyrirtæki hefur komið að og þetta eru burðarstólpar í hverju samfélagi fyrir sig hér, þessi fyrirtæki. Þannig að það er þjóðhátíð í Fjarðabyggð í dag. Það er alltaf mikil hátíð þegar það kemur nýtt og glæsilegt skip og ég vil bara nota tækifærið og óska fyrirtækinu og samfélaginu hér á Fáskrúðsfirði sem á rauninni þjóðinu allri til hamingju með þetta nýja og glæsilega skip. Loðnuvinnslan rekur fiskimjölsverksmiðju, frystihús, síldarsöltun og þar að auki vélaverkstæði, rafmagnsverkstæði og trésmíðaverkstæði auk þess að gera út skipin 2. Hátt í 200 manns starfa hjá fyrirtækinu. Það er náttúrulega alltaf einhver þróun í hönnun og skipum. Það er minni olíueyðsla, það er mun öflugri kæling sem gerir mun meiri verðmæti úr aflanum sem heldur en áður var. Gísli Jónatansson var stjórnandi kaupfélagsins og loðnuvinnslunnar í tæp 40 ár en hann lét af störfum á síðasta ári. Hann fagnaði nýja hoffellinu með heimamönnum enda getur hann verið stoltur af stöðu kaupfélagsins og loðnuvinnslunnar við verklok. Já, ég er mjög ánægður með hvernig þetta stendur allt saman hérna og þetta er nú starfsemi sem er orðin 80 ára gömul og mjög ánægilegt að þetta skuli verið í traustri eigu heimamanna. Ég tel að það sé mjög mikils virði. Nú, kemur þú að þessu fyrir það bil aldarfjórðungi sem útgerðarstjóri. Finnst þér ekki nánast ótrúlega þær breytingar sem orðið hafa á íslenskum fiskiskipum á þeim tíma? Jú, það má segja að kannski ótrúlega heitin eru og í því að við vorum svo lengi að tileinka okkur þetta. Þess að Færeyingar þeir voru konur með 1970 skip sem voru og alla tíð fram að undir aldamótin. Skip sem voru áratugum undan okkar skipum. Við vorum bara mjög seinir og langt á eftir Norðmönnum og Færeyingum. En ég er nú orðinn það gamall að ég fékk að kynnast í að vera á svona litlu bátum í lúkkurunum og þetta er náttúrulega hafa á milli í þessu skipi og eins og var þá ekkert bað eða neitt, einn krani til þess að þvo sér og kokkurinn notaði sama krana. Og hvernig líst þér á skipið? Mjög vel. Algjör bylting fyrir okkur að vera á þessu heldur en í gamla. Það er munar miklu. Að hvaða leyti sem snýr að hásetanum? Það er að vera ofansjávar, ekki vera með hálfa metra að sjó ofan á dekkinu þegar það er verið að vinna og það er verið að fylla skipið. Það er meiri ganghraði og öflugra skip, allavegu í veðrum og öðrum. Þið ætlaði náttúrulega að fylla skipið í hverju ferð? Já, auðvitað. Eins og hægt er alltaf, eins og landvinnslan leyfir. Það náttúrulega var bara komið tími á það, með vissu það, komið tíma á að fá öflugra skip og betra. Þetta er stórt skref frá fyrirtækinu að gera þetta. Verður ekki spennandi að fara í fyrsta túrinn? Jú, maður getur ekki að neita því, þetta eru spennandi tíma núna. Maður er bara svona, með smá fiðring í maganum bara að byrja.
Og það þá makríll sem reynt verður við í upphafinu? Já, makríllinn mest, þannig að vonandi að verði bara nóg á honum. Við getum farið að gera eitthvað. En þú ert alveg klár á því að þú verður með seljanlegri og betri vöru eftir að þetta skip kemur til sögunar? Já, hún verður vinsælli í sölu. En það margir þættir líka. Það verður hægt að ganga mikið betur hana og halda kælingu sem kannski nálægt -2 gráðum, sem algjört lykilatriði í meðhöndlun á uppsjávarafurðum. Þetta hefur náttúrulega hellings þýðingu fyrir okkur sko. Við komum til með að fá ferskara og betra hráefni í verksmiðjuna og þetta er náttúrulega aðalega styrkir þetta bara fyrirtæki í heild, manneldisvinnsluna og við erum bara hluti af þessari heild. Nú heyrum maður að það er talað meira að nýta uppsjávarfiskinn vinnan til manneldis, þýðir það ekki hungur hjá verksmiðjunum? Jú, það kemur alltaf minna og minna í okkar hlut. Til dæmis fyrsta skipti á loðnuvertíðinni í vetur sem fór meira í manneldisvinnslu hjá loðnuvinnslunni heldur en í verksmiðjuna sko. Það fer alltaf meira og meira í þá áttina. Það skila betri heildarafkomu fyrir fyrirtæki sko. Þannig að það er bara að finna góða. Auk Hoffellsins gerir loðnuvinnslan út ísfisktogarann Ljósafell sem sér frystihúsinu á staðnum fyrir hráefni. En Ljósafellið hefur reynst félaginu fengsælt og farsælt skip. Já, eins og núna undangengið kvótaár þá vil hann landa á mánudögum og fimmtudögum og við höfum verið að skila mjög góður rekstri af því núna. Og nægur mannskapur? Já, og góður mannskapur líka. Loðnuvinnslan í Fáskrúðsfirði var stofnuð í byrjun aldarinnar útgerð og iðnaðarrekstur í Fáskrúðsfirði sem áður hafði verið að stærstum hluta undir merkjum Kaupfélags Fáskrúðsfjarðar. Það félag var stofnað 1933. Kaupfélagið á 85 af 100 í hlutafélaginu og stjórnendur félagsins telja að samvinnubúskapurinn hafi tryggt þennan rekstur í heimabyggð. Held ég megi segja það, þó ég hef nú rekið mitt fyrirtæki sem einkafyrirtæki til áratuga, þá er samvinnufélagsformið ekki síðra og sérstaklega fyrir svona litla staði er það það. Hefur þetta kannski verið tryggingin fyrir því að til dæmis kvótinn fari ekki burt? Já, fyrst og fremst er trygging fyrir því að kvótinn fari ekki burt og hér hafa menn einbeitt sig að því að halda upp í starfi í landvinnslu líka. Það hafi verið motto hjá stjórnbeggja fyrirtækjana að gera það, þannig að þess vegna stendur fyrirtæki þetta vel í dag, vil ég meina. Og kaupfélög náttúrulega eins og þetta náttúrulega er kannski ekki mörg orðin eftir, þeir eru til samt, en við stöndum gríðarlega vel hérna Fáskrúðsfirðingar að eiga þetta fyrirtæki og ég er stoltur af því að fá að gegna hér stjórnunarstöðu í fyrirtækinu. Finnst þér þetta staðfesting á því að samvinnufélagsformið sé traust form? Nú geta menn bara svarað sjálfur beint sko. Í sjávarútvegi til dæmis í dag, það sem er neikvæð umræði á sér stað alla tíð fyrirtæki og stöðu þess hvernig þetta er að menn er að selja kvóta til og frá, fyrirtæki er að yfirgefa byggðarlög og skilja fólkið eftir í sárum segi ég nú og jafnvel verðlausa eignir og annað. Þá er staðan þannig hér á Fáskrúðsfirði að við erum svo heppin og svo lánsöm að eiga þetta fyrirtæki, þessa sterku stólpa hér í byggðarlaginu. Og ég held að þetta sýnir bara það hvað kaupfélögin eru og geta verið rosalega sterk og gott rekstrarform. Ég er mjög ánægður með þetta og fólk hér yfir höfuð og fólk sem þekkir til þessa er gríðarlega ánægt með þetta. Þú meina að þetta fyrirtæki sé í eigu fólksins á staðnum sem verður trygging þess að það fari ekki burtu með allan kvótann? Þetta er nákvæmlega sama og ég hef sagt þegar við erum að ræða einmitt kaupfélagið. Það er þetta að stundum hef ég sagt það að fólk þarf ekki að óttast það að vakna á morgni dags og lesa það eða heyra í fjölmiðlum að einhver ákveðin aðili eða ákveðin aðilar hafi tekið ákvörðun það að selja og fara. Nei, þetta er bara langhlaup. Við erum í keflið í dag. Ég er einn af þeim sem er í stjórn í dag og mín skylda er svo að taka ákvarðanir sem ég er vissum að samræmast því að við getum skilað þessu kefli í hendurnar á næsta aðila og hann heldur þessu hlaupi áfram sem er búið að standa núna í 80 ár. Nú, einn af þingmönnum kjördæmisins býr á Fáskrúðsfirði og að sjálfsögðu var hann mættur til hátíðarinnar. Á sínu tíma í uppsveiflunni var þetta nú stundum gagnrýnt að mann vildi ekki sameinast einhverjum stórum og gera eitthvað flottar og fínna, en þetta hefur svo sannarlega sýnt sig að þetta var rétta stefnan og við njótum þess hér á þessum stað.
og það víðar uppgangur á Fáskrúðsfirði en í sjávarútvegi því nýlokið þar framkvæmdum við franska þorpið sem hefur að geyma sögusafn veiðar frakka við Íslands strendur. En auk þess þar rekið hótel, veitingastaður og þar verður bráðum vígð kapella svo eitthvað sé nú nefnt. Þetta stórglæsileg uppbygging og ákaflega falleg og við sjáum það bara. Það hefur lifnað yfir staðnum og hér mikið ferðamenn og þetta mjög gleðilegt. Svo að við erum mjög bjartsýn hér og hyggjum á sóknarfæri bæði í ferðaþjónustu og áfram við sjávarútveginn sem náttúrulega undirstaðan hér eins og víða. Svo vona ég líka að við hérna fyrir austan förum að horfa í nýsköpun í sjávarútveginum. Grunnurinn skiptir mjög miklu máli og ef hann ekki í lagi þá ekki hægt að gera fleira. En ég held að skiptir líka máli við förum hérna að horfa meira á líftæknina og svona hátækni störf tengd sjávarútveginn. Árið 1998, þegar við tókum á móti eldra Hoffelli, sendi Bína heitin og búðu mér vísu. Við langar að deila með ykkur vísunni frá henni Bínu og færa boðskap hennar yfir á hið nýja skip. Aldrei nái ólán henda okkar kæra grip. Bið ég Guð að blessa og vernda bæði menn og skip.